Breytt allt. Gamla. Þarna húsið hennar. Gerður systir hans pappa, hún átti, ég var oft hérna í heimsókn, systir hans pappa átti húsið hérna með rauðabækina. Já. Ég þekki þetta svona, það var ekki breyst svona. Ég verði að sjá það. Já, Gerður systir hans pappa, það nú ekki rosalega langt. Hún dó 99 ára, sko. 99? Já, var hérna bara, það ekkert mjög langt sem hún dó, sko. Já, það bara ekkert breyst gatan. Nei. Tegir smá? Nei. Ofsalega ekki, sko. Það er nú ekki. Já, hefur margótt að. Já, það er þetta húsið. Þetta er bara uppröðin eitthvað. Það ekki búið að breyta neitt húsið? Nei, það er bara ekki að breyst húsið. Bara ekkert verið hugsað Allt ríkað hérna? Já, það hefur ekkert verið hugsað þetta, sko. Greinilega ekki. Hætti þessu. Systir með faðir sig. Og Sister of your father? Huh? Yeah, she lived there, yeah. Sister of your father? Yeah. Þetta alveg old, sko. Varst að labba hér? Nei, endalaust ekki, ég var ofta að labba. Já. Það er bara fyrir klippingu. Já, þú fann að rætta hérna yfir grasi hérna. Hennar göngustöðu. Já. Það er náttúrulega að fengja til að víka. Ég hef aldrei skilið þetta. Nei, við gefum þetta í bóri. Já, en kannski ekki á 5 klukkutíma, sko. Þetta flott hús. Og þetta líka. Þetta er alveg flottara. Þessi þyrfti nú laglega að taka tréna frá húsinu, maður. Dæginn. Það er gaman að fá 500 milljónir í lottói. Ég er alltaf að spila í þessu. Ef ég fengi 500 milljónir í lottói, ég er alveg nákvæmlega hvað ég gera. Segjum bara ég fengi 500 milljónir. Alltaf á ég þetta sé á íbúðinni. Þannig að 25 milljónir sem ég er núna. Ég myndi kaupa mér steinsteypu. Ég myndi kaupa mér meiri steinsteypu. Ég myndi kaupa mér Ég myndi kaupa mér 2 hús. Ég myndi kaupa mér 2 hús hérna á Selfossi. Bara svona flott hús, bara sem þarf ekki að gera mikið fyrir. Og staðgreiða þau. Nei, ég myndi kaupa mér meira. Ég myndi byrja að kaupa mér 2 hús. Af hverju myndir eiga svona strax miklu? Ég myndi kaupa mér bara hús, 2 hús á 160 milljónir, það er semst 80-80. Hvað áttu þau bara, svo myndir þú bara leigja það út. Svo myndir þú bara leigja húsið út, bæði húsin. Jafnvel skipta þessu upp í 2-3 íbúðir, sko. Alltaf 2 íbúðir, þá ertu með 4 leigur, þá ertu með 4 aðilar sem að leigja 4 íbúðir í 2 húsum. Þú skuldar ekkert í húsunum og þá ertu bara með, þyrftir ekki að vinna, sko. Ég er alltaf eitthvað sem vinnur blótt. Ég myndi aldrei hægt að vinna. Já. Ég er að spila í Eurolottói, ég er að spila í öllu þessu lottó. Þú veit maður aldrei, svo allt í einu bara getur þú fengið bara alveg hæskæði vinn. Já, þú kaupir bara endalaust í það. Fokkin mikið niður. Já. Alltaf meiri möguleiki. Þarna á Lilja og Danni að íbúð hérna.
Og Styrmir. Styrmir á íbúð hérna líka. Er ekki mamma Stanna sem býr hérna? Sem er annað. Jú. Það er hérna að staða líka, þannig. Hérna var ég alltaf í pössun í gang, ég veit þetta breytt maður. Hérna var ég alltaf í pössun. Afi, já, Já. hann átti kjallarann, hérna. Ó. Ég var í þessu. Vá. Hérna var ég alltaf í kjallarann. Já, afa. Ég er stóra hennar. Já, þetta niðri, neðst stöðinni. Ó. Hérna var ég alltaf rosalega oft í heimsókn. Þórustún, 20. Það var engin hús hér. Það var eitt lítið hest, nei, það var eitt lítið hestur. Og Gunnar og Erla, þau bjuggu hérna líka. Var bara þetta út? Já, þetta var síðasta gatan í bænum. Bróður hans pappa bjó hérna, Gunnar og Erla. Verður þið bæði dáin? Þau bjuggu hérna í þessu. Verður þið bæði dáin? Já, hann hengdi sig. Hengdan sig? Já. Bróðir pappa? Já. Þau áttu þetta hús hérna. Ó. Hann var hérna alla sína tíð. Og þau, þessu hús. Hvenær hengdan sig? Ég hef oft komið að það. Nei. Það er ekki rosalega mörg ár síðan að Gunnar, hann bara, þetta fór alveg með hann, þetta með pappa. Og hengdan sig eftir að pappa? Já, bara mörgum árum eftir það skilur. Hann var bara rosalega þunglítur og það var hörku kall sko, á mjólkubílstjóri. Ég sá lýst eftir eldri manni á Selfossi. Veistu hvað, áður en hann dó, þegar ég sá þessa fyrirsögn, vissi ég alveg leið, þetta er Gunnar. Það er engin annar sem kemur til greina. Hvað hvenær þetta var? Ég var ekki fæddur. Gunnar Guðnason. Ég var ekki fæddur. Jú. Var ég fæddur? Já. Bara googla það. Gunnar Guðnason, hvað hann gerði? Hann labbaði hérna út, hann var mjólkubílstjóri í gamla daga. Hann labbaði, þegar hann gerði þetta, var hann sko yfir 8 sko. Þegar hann hengdi sig? Why? Hann kíkti í heimsókn til Gerðar, Gerður sem ég var að sýna húsi sem hún átti, Já. systir hans pappa. Og hún var ekki í því húsi, hún var hérna rétt við, hann gerir þetta einhvern tímann eftir hádegi. Það er búið að lýsa eftir honum. Hann kíkti í heimsókn til Gerðar áður en hann gerði þetta. Hann var að kveðja hann. Svo tók hann bara hatt sinn og staf, labbaði hérna út í, hérna þar sem við erum að keyra út úr bænum, þar sem mjólkurbúið er. Já. Þar sem svona mjólkurbílar þau leggja svona. Já. Hann fór á milli bílana og hengdi sig þar. Haldi í þessu, hann vissi alveg hvað hann var að fara að gera. Það var bara, nú er þetta bara, hún geti ekki meir. Nú vil ég bara fara. Bara, skrítið, fólk sem gerir þetta, það er bara allt svart sko. Bara, það átta sig ekki á hversu fólki líður illa. Ég vil vita hvað árið sem. Pröfaði að googla Gunnar Guðnason. Gunnar Guðnason, Selfoss. Bara gera Selfoss. Það var frá Brekkum í Hvolshreppi. Gunnar Guðnason. Kemur ekki Gunnar Guðnason? Það var frá Brekkum í Hvolshreppi. Þú getur líka gert sko, er það hann? Já. Og Jónína. Fæddist af fyrsta, var hann fæddur 1925? Já. Vá. Dó hann 2022? Já. Þetta er svo stutt síðan. Konan hans sem Valgerður fór hann? Nei, þetta er Guðni B. Þetta er pabbi Þórólfs sóttvarnalæknis.
Það er annar. Þetta er Guðni Guðnason. Já. Gunnar Guðnason. Já, þetta er svo síðast sem dói fjölskyldunni. En hinn er bara Gunnar Guðnason. Ég veit ekki hvort að einhver aðeins sé hann. Þessi. Ha, Þessi. vinstri, næst niðri vinstri. Já, það er gott. Þessi heitir. Þetta er Gunnar. Margoft talaði við hann. Hittir á hann? Já, Gunnar. Margoft talaði við hann. Sýnaði hvert hann fór í heimsókn. Áður en hann gerir þetta, þá lappar hann þessa götu við. Og Gerður, hún var... Stendur ekki hvað ára hann dó. En að þú gerir Gunnar Guðnason brekku andlátt. Það er Ef þú gerir Gunnar Guðnason andlátt. Guðnason Reykjavík. Það er ekki mynd á hann. Kíkir í heimsókn til það. Hérna. Já, þetta er það. Hvað var miðjunafn hans? Kristján? Nei, Gunnar, hann var bara Gunnar Guðnason. Var bara Gunnar Guðnason? Nei, ekki 1904. Nei. Gunnar Guðnason fæddist á Brekku. Já. 7. mars 1930. Hann gerði þetta hérna. Hann lést á Selfossi Já. 1. júní 2013. Það var langt síðan. Gunnar var sjötti í röðinni af 12 börnum hjónanna Guðna Guðnason. 2013. Já, ok. Já, sætt. Dó 2013. Nei, vákast tíminn flýgur maður. Mér finnst ég að lesa þetta bara í gær. Ég man eftir fyrirsögninni, sko. Ég man eftir fyrirsögninni. Já, ég man eftir fyrirsögninni, sko. Eldri manns saknað af Selfossi. Það var stutt síðan að Ingólfur dó. Þegar við vorum út í Flórida. Það er samt að Ingólfur dó náttúrulega þegar við vorum úti, sko. Erum við eitthvað í þessu? Nú. Já, hann er á skerpinn á Frosti samt. Já. Já, Guðni B. Guðnason, Guðni B. Guðnason var hann bróður hans pappa. Já. Mástu þetta sóttvarnalækninum okkar? Nei. Æ, mástu sem var alltaf hérna þegar að, COVID var? Já. Sóttvarnalæknir, hann var alltaf að koma, þú veist, svona eldri maður. Ég er að taka vídeó af hann, sko.